Góðan daginn, velkomin til leiks. Það er 5. umferð á Íslandsmótinu í skák og ég ætla að byrja að lækka hérna. Svona. Já, ég ætla bara að byrja hérna á Alexander Domalchuk. Það er fjórðastur með hvítt og Alexander Domalchuk með svart. Gríðarlega erfið byrjun hjá Hjörvar á þessu móti og hann ákveður að byrja hérna með 1-4 á móti Alexander Domalchuk. E4, E5. Við fáum spænska leikinn og já, hafandi nú telt með Sassa liði og verið með hann á mörgum mótum, þá veit ég að hann hefur telt hinn svokallaða Jenisgambit með F5. Hérna leikur hann A6, með F5, hérna leikur hann fyrst A6 og svo F5 sem heitir Schliemann. Og þetta var einmitt telt núna á áskorandamótinu, hvíti móti Pragnananda og Pragga vann þá skák. Hún teldi svona líka, D4 drepi E5, B5, biskup B3 og biskup B7. Og já, hún teltist bara alveg eins, stöðtrákun utan A5 eða skoða dáðan, hann sem að gleyma þessu. Og það teltist alltaf eins hinga, það getur verið að það drepa D4 hér í hinni skákinni. Þetta er bara D4, þetta er A5, þetta er bara F5. Já, það var eitthvað svoleiðis. Það var ekki þessi. Það var eitthvað. Já, ég skal ekki fullur það. Allavega, þetta er greinlegt á þróunum skákinni að Alexander Domalchuk var vel undirbúinn fyrir þetta afbrigði. Þótt að hann valla búist við E4 hjá Hjörvari. Hjörvar teflir E4 svona af og til í og með. En er svona mestaleiti D4 skákmaður. Ég verið þetta með D4, C5 og hérna eru tvei möguleikar fyrir hvítt. Það er annars að drepa F5 sem nánast allir góðu skákmenn hafa gert eða drepa G8 til að losna þetta af mannum og Hjörvar drepur á F5 en sjáum að hann er hérna komin undir klukkutíma, hann er búinn að hugsa í hálftíma og þá kemur C4. Þannig að hvítur er að fórna manni en á móti náttúrulega svarti kóngurinn ansi berskjaldaður. Hjörvar leikur hérna drótning G4 og þá drótning B6 og hérna erum við að fylgja skák Kamali Denova með hvítt gegn Puranik. Puranik er hérna Indveri að skák með Erga Easy í þessu líka og svo teldi Braggetta á áskorandamótinu. Þannig að það er oft sem maður finnur svona Indverina eins og séu svona svolítið að vinna saman, tefla svipaða breiði. Henni drepa G7, drepa tilbaka og drótning G6 og þetta þinga kaupin út af máthóttunni. Þannig að Sasha kemst hérna í, já, segjum drottningalaust miðtafl. Biskup D2, þetta er C6, hvítur þarf aukt hjá hann að tapa sér manni og hann ákveður að drepa hennar C4 í staðinn fyrir að láta svartan drepa á B3. Og hvítur er þá með 3 peð fyrir mannin og mögulega 4 af því að þetta er onni. Svartur getur ekki dreipið hér, já þó. Virkar nú sé ekki, nei hann getur ekki. Ég held fyrst biskup C3 sem er reynda frelsandi líka, en hann marga góð leiki. Annarkvort biskup C3 eða hrókur E1 og svo bara F4 í kjölfarið. Það verður leppur annarkvort hérna eða hérna og þessi bara fellur. Þannig þetta má ekki taka, þannig að kannski er Hjörvar að fá þetta peð líka hérna. Þá snýst þetta svolítið mikið hvort að svartan er að virkja mennina og enn einu sinni er Sasha að fá svona öfugt þema við skák gærdagsins. Í gær var sem sagt dagur með svartamótunum og var svolítið að ráða yfir hvítareitunum út af sterkum hvítareitabiskup og hafði fórna. Svona, já, svipaði upp á teinunum. Sasha reynir að stjórna hvítareitunum. Þetta getur orðið athyglisverð skák. Hvítur svo sem ekki með einhverja veikleika og tæknilega sé hann einhver lið undir. Það kom ekki kannski bara A5 núna hjá svörtum.
hugmyndin þetta bara C4 biskup A6 en þá hvítur þetta D6. Þannig ég held að ná þessu peði hérna. Þannig ok, förum bara í gamla góða rúndin og hérna er skákin hjá Bárði gegn Héðni. Bárður hefur hvítt, biskup B5 skák, þetta D7 og hérna leikur Bárður A4, ekki algengasti leikurinn í stöðunni. Það fekk, nei, ok, ég held að Héðin hefði hugsað hann að leikur þetta F6 strax, hvort hann hefði hugsað sem hér, þetta sé þú algengastur. Hérna kannski, A5. Nei, nei, hann er bara tölur hratt, hann hérna, Héðin. Hérna, já, hérna byrjar hann að hugsa þess. Báði með 1.24 og hann tekur 10 mínútur hérna í stuttrákun, D3 hjá Bárði og leik hér B5 og það er margar skákir í þessu, þetta er þekkt afbreyðingarna. A3 B6, þetta er B6 og algengast leikurinn við hvítum hérna er drottning D2 sem er mjög að fyrirmunna að skilja fyrst en og svo bent á já, að hugmyndi hlýtur að vera að leika drottning G5 og fara með drottninguna H4 og kjölfarið kemur biskup H6 þetta er G5 eitthvað svoleiðis. Hér leik E5 þetta tekur smá beti úr þessari drottning G5 áfyrir hérna drottning G5 hérna leið drottning E8 H4, þetta er H5 saman hér er náttúrulega ekki að leyfa hérna biskup H6 og örgulega tilbúin að fórna þessu peði hérna þetta er F4 fórna peði fyrir sterkan svarthærða biskup og drottning E8 leika líklegast til að einfallega valda hann riddara ef hann skildi leika F5 hann lítur alltaf að leika F5 núna það lítur nú til að vera bara nokkuð fínt hjá svörstum held ég örugglega svona, já í gamla góða jafnvæginu myndi maður halda það eru Vignir og Lenka, já þar hefur mikið gest frá því ég sá það síðast Vignir valdi F5 hollensku völlina, teldi hann átt í gamla daga og líklegast hefur hann bara búist við ykkur og svona að Lenka hefur mikið verið í þessum hliðara variantum biskup G5, D5 en ennú algengast að drepa ég teldi hún einu sinni holdi ekki sjálfur og fannst þetta hún alveg svona skemmtilega stöður að tefla svart þetta er F6 svartur langkrókur oft en Lenka teldi öðru sem hún lék E3 þá kom E6 þá sleppur svartu við þetta típa hérna Lenka tók núna sem er ekki algengt og nú er eiginlega bara komin út úr það var engin leikið þessu kannski á Lichess en ekki Master Database þetta virkar svona smá það líkur ekki á að drepa þetta svo líkur hérna þetta er B5 Vignir hörfaði valdi að þetta hérna C7 þá kom C4 biskup hérna 7 þetta er 5-3 sér 6 nú erum við komin með svona Stonewall uppbyggingu og það snýst þetta svolítið að hvítur á að hafa tök á þessu reit en hafandi gefið núna eftir svarthærða biskupinn og þá sá að svartur er svolítið fljótar að ná tökum á þessu reit sjálfur og þá minnka svolítið vandamálin í gróðgarðinum G3 alltaf svolítið að reyna að byggja upp sín eigin gróðgarð hérna gegn biskupnum A6 hjá Vigni C5 biskup C7 og eftir að leikur C5 þá eiginlega segir afhverjur að segja B og peðaframlagsinn svona liggur nokkuð beint við en það er nokkuð ljóst að svartur allar að móti að fara að leika í F5 sjálfur fyrir að vera tilbúin í það við byrjum hérna á að leika G5 næst er rými á kongsvæng og Lenka ákveður að svara því með H4 og segja ok, ég er með fína peðamassa svörtureitunum og ætla að vinna svolítið gegn þessu biskup en hér kemur E5 reynir svolítið að opna þetta er B3
og drottning G7. Við stöðlust að drottning G7 að valda þetta GP hérna, svo við getum leikið F4, rétt að brjóta þetta upp. Ef við náum að landa F4 með góðu þá getur kóngurinn þetta í vandræðum. Það er spurning hvort það þurfi að fara hérna drottningavængin. Ef taflið opnast þá myndi ég nú veðja á svartan hérna. Það lifnir þessi við, heldur betur. En ef þú langkrókar svartur, getur farið að opna taflið alveg upp á gátt sko. Nú langkrókar. Það kom með heldur betur baki á hann móti Domansuk, þessi langkrókun. Spurning hvað gerist hérna. Ég held að sé erfitt að veðja á móti Vigni í sjónastöðu, en Lenka hún sýndi í gær að hún er ekki komin til að vera eitthvað boxpúði og trikkaði Gumma í gær. Það hefði nú endað með jafntefli, hún hefði átt að vinna þá skák mínum átti. Ég ætla að reyna það. Talandi Gumma, hann er með svarta móti Degi Ragnarssoni. Ég rugla stundum að litunum að því að það er svona nýtt á LeagueTS hvernig er raða. Ég setja þess svarta fyrir ofan eins og er á borðinu í listanum. Getur verið svolítið ruglandi stundum. En hérna já, rétt í byrjunin og Gummi leikur riddari C6. Þetta er náttúrulega sjálfur sér svolítið hérna forsvarandur leikur af því að hvítur gerir ekki neitt og hann leikur svarta bara E5. Það er hvítur leikur hérna D4. Þetta minnir mér svolítið þessi uppstilling mjög fræg skák sem að Laurent Fressinet, aðstoðarmaður Carlsen, gjörsamlega valtaði yfir Kramnik. Þá leikar þetta biskup G4 og svo kom H3 biskup F5. En svona með við það þá er svartur eiginlega svona tempo yfir með þá skák. Af því að Fressinet fór hér og svo tilbaka. Það vildi það væntanlega meina að yrði erfiðara fyrir hvítan að hróka og Dagun er ekkert að hróka hérna út af pressuna H3. Líklega á snemmt að leika hér. Hann leikir þetta H4. Biskupinn fór aftur á E6 og F4 hjá Degi. Guðmundur brostið með H5, vildi ekki leiða á svona frekari útviklun hérna á kóngsvagnum. E3, G6. Mennir koma út, þetta er fyrir H6 hjá Guðmundi. Líklegur til að fara svo F5 upp til hann, þetta er B3. Dagur fara hér, þetta má ekki leifa, þannig að B6. Þetta var ekki E2 og A5. Getur átt að vera nýtsælend að tefla mótið þessum hérna, riddara, en nú er náttúrulega búin að hróka hérna, þannig að það getur verið smá vesinn hérna. Biskup D2. Þannig að þessi leikur gengur ekki út af drottning hér og drepið. Þetta er F5 kom hjá Guðmundi, drepið. Drottning A6 skák. Kóngur B8 og C4. Hvítur allar að opna hérna drottningavængin. Hérna virkja þennan, virkja seljuna. Svartu virkar samt alveg svona nokkuð solid. Spurning hvort að C5 sé eitthvað til að ágjöra af. Já, hann leik bara biskup D3. Já, ég misti þessu leik. Já, heyrðu, nú hóttar hann bara að drepa hérna. Má ég drepa á D5? Líklegast að vera hvíturreiturinn alltaf veikir hérna. Það færið á svona. Drepið, ég fær manninn tilbaka. Og er peði yfir herrit, en biskup kemur antal aftur inn á E4 og er algjör stórveldi. Eitthvað svona. Kemur hérna með tempo og við fáum þetta peði alltaf aftur. Já, þetta er alltaf gott að svart, sko. Spurning hvort að Dagur hafi mistað eitthvað hérna. Líka þegar við skiptum upp á hvítrötabiskupum þá getur þetta verið svolítið holótt hjá hvítum.
til að biskup hérna, kannski ekki bara drottning hér. Þessi rittur er mjög safaríkur. Það virkar eitthvað klaufrætt að kvitan, eða hvað? Vildi mér halda. Svo geta kannski bara horfna skipta mér eins og að gær, legg ég hér. Hugmyndin er bara að taka og allt í einu er það hvíti biskupinn sem verður skrimsli. Og hérna er enda spurning hvort það er mikið bara riddari þegar bara A5. Double exclaim! Thorhammer! Tekið biskupdreipur búið, riddari dreipur mount. Já, Rókusíð. Hlýturarleikurinn. Það er kannski, já, ok, fyrst þannig á þetta trikk, þá kannski er alveg eitthvað líf í þessu hjá degi. Kemur dagur eftir þennan dag. Já, ég átti nú vona að fá Björn Þorfarsson. Björn, þú varst nú búin að lofa hérna meldingu, hvurslags vinnubröður þetta. Herru, sjáum, þetta er skemmtileg skák. Já, það eru skemmtilega viðurnir í dag. Hérna til dæmis Olga gegn Helga og þar er modernbyrjunin, það kemur ekkert á óvart þar og Olga hefur þá vantanlega geta svona í sínum undirbúningi valið sér setup á móti þessari byrjun Helga, hann teflir eiginlega nánast að staðaldri. Þetta er H3 G4, já það er nú ekki að spyrja því, Olga er aggressív. G5 H5 riddari fyrir 4 og Helgi býður bara á þetta. Þetta er svona hálfgert svona flóðhesta setup, hippo setup, nema svartur er búinn að leika peðunum svona aðeins meira áfram. Svartur er svona býður á þetta. Biskup H3 og hérna vofur nú yfir, það er nú bara bein hótan að drepa hérna. Til dæmis Rókusíð átt eitthvað slíkt, þá kemur biskup H3 drepi riddaradreipur. Reyndar er því hérna, segjum bara eitthvað svona, reyndar er því hérna, afsakið þetta máslepp, reyndar er því, já hvert er tóningin að fara? Þetta er svo sem alltaf svona. Og ég slepp út hérna, ég slepp hérna út, svona. En kannski drottning A5 betri. Sleppur út af því að kongudreipur D5 skák, hérna. En kannski drottning B6 betri. En já, ef mikið tími þetta er bara svona ykkur hótun í stöðinni. Helgi hrókaði, þá náttúrulega er ekki dóning lengur. Og ég þóttu fá hann töpeð hérna, það er svona, það er á mikið, kem ekki eitthvað svona leikum bara á. Svartur er alltaf aktífur hérna. Þóttu séu með töpeð fyrir hrókin. Myndi maður halda, það er kannski alltaf lægi svo. En Olga leik hérna riddari D3. Og spurning hvernig Helgi þróar sitt tafl. Tíminn er nokkuð svipaður, Helgi með aðeins meiri tíma. Já, en ég held að svona dýnamíkin í þessari skák komið seinna. Förum yfir í síðustu skákina sem er eftir að skoða. Hilmir gegn Hannesi. Hér höfum við þá. Og ég læg bara það spurning að bæta við bara hérna. Þannig, við fyrir hérna og sjáum gangmála hjá þeim. Hilmir valdi hérna 1-4 og við séum 4 riddari F6 og riddari G5. Two knights defense og ef svartur dreipur hérna þá náttúrulega fáum við svo kallega fried liver attack. Djúpstilla liverina. En flestir sterkir skákmenn velja hérna riddari A5, B5 er líka athyglisverður leikur sem riddari D4. En þetta er svona aðalínan hefur verið gegnum árin, biskup B5 skák, C6, allt saman þekkt. En já, biskup D3 er svona nokkuð nýmóðins leikur. Riddari D5 og Hessoni og hvítur hörvar, biskup D6.
Stuttrókun. Og kemur riddari finnur 4. Kom bara tónleikana fram, veit ekki hvað heyrist í þessu. Já, riddari finnur 4 og það svona nokkuð nýmið þess að hvítum að leyfa þetta drápin á D3. Það svona alls konar herfóringjar eins og Aronian og fleiri sem að hafa leyft þetta hvítur hangir á umframpeðinu. Þetta svona svolítið skrítið en þetta allt saman þekkt. Ég var að segja við menn áðan að ef maður sæði þessa stöð og þekkti ekki teóriuna, þá myndi maður halda að það voru algjöru flóðhestar að tefla að leyfa þetta. Biskupinn eru fram með peðið og taka svo típið. En svona getur skákin verið, það þarf að þekkja regluna til að þekkja undantekningarnar. Hvítuleikurinn riddarinn 4, C5 og B3. Þessi biskup kemur yfirleitt á B2 stundum með A3 líka. Þetta er pressa á þetta C-peð hérna. Og það er þetta, já, það sem gerist hérna, biskup A3. Hannesi fyrir út með mennina, biskup A4. Það tekið á D6, dálhandripur, hrókur C1. Og hérna fær Hannes 1 peð tilbaka á D3. Hótar leiðendum hér, en á móti þá fellur þetta hérna. Þannig að hvað er að gerast? Hvítur að fara að hanga á umfram peðið, hrókur 1-3. Spurning hvernig er... Nei, D3 er ekki... Biskup A3 er ekki máli. Ég myndi kannski vilja leika þessu svona almennt, en það sem að riddarinn núni þá gengur það ekki. Þannig að hvað gerist það? Við hörum tilbaka. Hvert, segjum drottning D7. Þá á ég E4. Eða hvað? Ég er sérst að spá í hvað, ef ég drepi þetta peð hérna, hvort að svartur er ekki bara E4. Hérna getur verið einhvers konar dýnamík, sko, hvort að ég megi leika einhverjum svona leik, ég er ekki viss um það samt, sko. Drepa hér. Það virkar samt svolítið áhættusamt fyrir hvítan. Nú er farin að veikja svolítið reytana hjá sér. Þótt við höngum ennþá á sig umfram peði. Svo gef mér kannski til álita líka að leika H3. Hérna íta hana mann. Já, drottning D7 er komin, sýnist mér. Maður fá stöðuna bara uppfæra. Hrókur E3, drottning D7 og þá lék Hilmir hérna Hannes 3. Já, þetta er sniðugur leikur, af því að biskupinn fyrir H5 sem hann lék, þá getur dripið með hrókur C5 og E4 svarar með hrókur H5. Og þetta er eitthvað svona smá villa hjá hann er kannski fljótur á sér. Sá ekki breytingur á stöðinni, H3 að leika sig eiginlega strax. Nú held ég mig bara til að bara C5. Ég hangi peði yfir og hóta mér að segja mögulega að leika G4 í stöðinni. Þetta geti verið eitthvað svona mini vendipunktur í skákinni. Ég skal ekki fullyrða það, en geti alveg verið nefnilega. Þegar hann hefur kannski séð hérna, ok, hrókur bara C5 eða G4, að skýtur hann í H3 og svarar strax biskup á H5 og kannski áttar sig á því einmitt að staðan hefur breyst og nú er biskupur onni hérna. Það er ekki útilokað að það sé málið.
Nú er ég spenntur að sjá hvað er búið að gerast í skákinni. Já, við kannski reynum að fylgja svolítið með þessari og Hjörvar Steinn og Alexander þróa skemmtilega. Við sáum hérna biskup D2, drepi, riddari A3. Og Sasha bara gaf peði, við sáum enga leið til að hanga á þessu hérna. Peði á C4, hann leik bara, já, fyrir ekki, hann leik þess ekki, við vorum bara að sjá að þetta gengur ekki. Hann leik riddari C til E7. Riddari C, opnar hérna fyrir biskupinn, já. Riddari til C4, þá kom riddari til Finnur 5. Hefur stjórn á þessu reit. Þannig að maður spyrir sig hvað gerist þetta G4 og fyrir riddari vantalega á D4. Og við leifum þessa skák hérna. Getur meira þess að vera hér sko. Ótt að skjóta þessu minni. Biskupinn alltaf vonni hérna. Hvort sem hann á F3 eða D2. Samt, þetta nú. Peðin komast nú á alveg ágætt skrið hérna. Svona, þetta er C5, prófum D1. G4 er mjög, já, hvað segjum við? Hver er íslenskunni orðinu committal? Þetta er mjög bindandi leikur sko fyrir stöðuna. Kannski bara fínu lagi að kvinda. Þetta er líka allt gangin hérna. En ég meina það eitthvað svona sko, það er náttúrulega hrókur hér og onni hérna sko. Já, ég er nokkuð við sem að Hjörvar nú að eyða tíma hérna í G4, það er svona mest direkt leikurinn. Kom náttúrulega riddari F5, vantar hann aftur, já. Ok, hann leik biskup G5. Biskup G5. Hvíti verðist nú alveg að hafa fulla bætur, hann náttúrulega með öll peðin upp í þetta, upp í mannin. Svo er hann alveg þokkalegur á svörtu rittunum. Þokkalegur. Óþarlega þöglir í dag í hérna spjallinu. Ég kannski gera eitthvað vitleysu. Jæja. Eitthvað að frosna. Í hvað þá? Að frjósa mér. Hérna. Er ekki hægt í mér það? Sjá. Ég er ekki að droppa fremum. Það var alltaf verið í lagi. Þannig að henni er komin leikir. Biskup G5, þá kom hrókur C8. Hjörvar svarar með B3 og þá kom hrókur C5. Þetta er sérstakt. Sérstakt að merka. Og aftur myndi nú alvarlega hugsa G4 sko. En hvað, hér var á 90 mínútur, þannig að þetta tímafórskot sem Sasha fekk á byrjunni, það er búið að halda svolítið.
En ok, kíkjum aðra skákir. Barður, hann gjarn á að lenda undir á klukkunni, hérna hann hálftíma undir. Við sáum stöðun eftir hvað var ekki riddari H5. Jú, hérna. Þá komið riddari Einar 1 hjá Barði, hann setur á hann Richter hérna. Hér skautin biskup F6, þá kom biskup G5. Það var drepið, þá ætla að fá hann að reyta F4. Allavega tímabundi. Strókur A7, hann ætlar að ég væntanlega að fara að íta einhvernum peðum hérna og svo bara svinga þessum hrókjarn eitthvað yfir. Það er spurning hvert. Mér finnst alltaf að segja mun betur á svörtu stöðuna eins og þetta er að teflast. Þetta er svolítið klunnalegi kallarinn hjá hvítum hérna. Biskupinu er ekki að gera neitt. Hvað er riddarinn að gera hér? Hvað sem þetta er betra svart. Og auðteflan er að læra líka sko. Kongur H8, F5 og svo svinga þessu hrók. Þetta er það leikur kongur H8 með þessu. Já. Þetta sýnist mér að vera skemmtileg dæmiska. Heyrðu, býðum nú hægir. Það eru komin fyrstu úrslitin í dag. Krakkar mínir. Hvað gerist hérna? Hvað gerist hérna? Sjáum það er eitt borð þarna og það er hjá Guðmundi og Degi. Nú skulum við bara sjá, vorum með þessa stöðu, C4 biskup D3. Leppur sem leit leiðinlega út. Það var okkur séð og við vorum búin að sjá það að ef hann drepur hérna þá kemur þessi og þessi er hans leiðilegur. Drepið biskup drepur og riddari drepur mát. Guðmundur fell ekkert í það, heldur leik E6. Þá kom A3. Og nú drap hann biskup drepur C4. Sko að menn er að falla í eitthvað trikk sko sem að ég sé hérna á einhverjum 1-2 mínútum í einhverju skýringu sko, þá á nú eitthvað að í dæmiskunni. Þetta er algjör flugvélaleikur, riddari drepur A5. Þetta er bara kolltappa, hann bara gefið, hvað segir bara búið. Ég meina, þetta er svo augljóst, þú ert með biskupinn hérna og drottninguna hérna. Þetta er svo easy þema, sko, hvernig falla menn í svona? Men, já, þetta er, Guðmundur er algjörlega off á þessu móti, ásamt Hjörvari. Hjörvar endar, dæmiskan Hjörvari hefur nú verið betri, hann er bara búin að vera óheppinn, en þetta riddari bara eftirtrekki ger hjá Gumma og svo þetta núna, þetta er ekki gott. Þannig að 19 leikja sigur hérna hjá Degi, nokkuð óvænt en já, glæsileg flétta og þetta hafa kannski ekkert verið topp dróður í hérna í flækjustígi. Já, hérna, þetta var fljótt að gerast. En ok, but ok. Já, við sem erum að fara fram á að Guðmundur tefli meira dýnamisti, þetta er kannski bara að halda sig í endatöflin eftir allt saman. En já, hvað er að gerast hjá Vigni? Eftir riddari B3 þá sáu við drottning Gunnar 7. Vildi meina þá að F4 væri í spilanum og lenka langkráfi. Vigni valdi riddari Finnur 6, biskup Davíð 3 og riddari Einar 4. Riddari stendur vel þarna og vakir náttúrulega fyrir svörtum að hvernig svo sem hvítur tekur á E4. Þá kemur eftirreipur E4 og F-línan opnast með látum og einu leið fyrir hvítana þróa stöðun eitthvað. Væri þá að taka á E5 reyna að koma ykkur á D4 en þá er svartur og sterkur hérna, getur farið að huga því að reyna að opna líka drottningavængin. Það sýnist svartur standa nokkuð vel í þessari skák. Mín spá er að Vignir hafið þessa. Olga og Helgi, já það er bara ekki komið leikur þar. Þetta er D3 frá því áðan. Helgi tekur sér dágóðan tíma hérna. Hvað átti hann eftir? Já, hann átti 46 mínútur. Hann er búinn að hugsa hann 20 mínútur.
Kíkja aðeins á Hannes og Hilmi. Hrókur upp C5 komin. Nú var gaman að sjá hvort að Hannes sé eitthvað stressaði með þetta allt saman. Fyrir ekki, ég nú vitlaus að stöðu þarna. Svona. Hrókur upp C5. Nú smá vesen hana. Þegar sattu getur ekki leikið E4 þegar biskupinn onni á H5. Já. Hilmir ætlar sig greinilega stóra hluti á þessu móti. Eins svekkjandi úrslit en öðru leyti búin að tefla nokkuð vel. Stóð sig vel í fyrra líka. Gott að hann náði ekki stórmeistara áfanga, var það ekki? Ekki 8-11. Þannig að ekki afskrifa Hilmi. Peði yfir í stöðunni. Hlýtur að standa eitthvað betur. Hann er alltaf með veikt peði hérna á dílinni, þannig að svartur hefur einhverja bætur. Hvítur hlýtur að mega vel vöna hérna. Sjá hvort að Hjörvar sé búinn að leika einhverju. Nei, hann hugsa málin eftir hrókur C5. Síðustu leikur hjá Sassa og við erum að spá hvort að Hjörvar megi leika G4. Hann er komin inn í 11 mínútur. Það sem hefur verið óvenjulegt hjá Hjörvar á þessu móti er að hann hefur verið að lenda í vandræðum á klukkunni, eitthvað sem að Hjörvar í formi gerir eiginlega aldrei og það hefur einmitt bara verið að kosta. Hér, já, það geti ennþá mikið gert. Svartur er svolítið passífur, það er ennþá að virkja síðustu mennina til að gera eitthvað atlögu að því að vinna þessi skák. Það hvítur hljóti ennþá að standa betur, hann er náttúrulega liðið yfir tæknilega. 4 peð fyrir mannin og enga sérstaka veikleika, þannig að hvítur hlýtur að standa betur hérna. Já, Héðinn var komin að stað hérna. Þetta kom hver H8, það kom C3, F5 og Bárður er að reyna að opna tafli hérna með D4. Ég finnst þetta eins og að líta ansi varasamt út. Er ekki bara að koma F4 og G5. Mér finnst þessi líka mjög beint við. Drottningi getur ekki farið á hvítareiti út af reitrætti með D4. Opnar árás drottninguna, það verður að fara hér. Og þetta er svona auðreiknanlegt líka. Það kemur vantarlega bara G5. Drottningi getur farið á H5. Það ætla kannski að reyna að ná okkur svona. Kannski liggur ekki dálega G5 reyndar. Ég geti kannski undirbúið það. H6 geti kannski verið svona krúttlegu leikur. Koma hróknum í spilið og ég má alls ekki drepa út af hrókur H7 og drottningin bara af. Já, ég hugsa ég myndi leika H6 í þessu stöðu og hérna. Jafnvel í kjölfæri hrókur H7. Kannski maður líka í þessum rindar.
Ég maður reynda að leika þessum, ok. Hásess kannski ekki alveg strax. Þetta samt lítur hvítur hótarengur sérstöku og drottningin er alveg útaka hérna. Svartur það bara að finna ykkur á svona nákvæma leiki held ég og komið mikið vandræði. Þessi getur verið óþægilegur líka hérna bara út af þessum og peðinu. Það lítur nokkuð vel út á svart og ég held að F4 sé hljóta að vera málið hérna. Stennir ekki góða skák hjá Barði hér og hann er hálftíma undir á klukkunni líka. Það er lengur búin að taka E4. Biskutur með E4 og hérna hélt ég reyndar að hann ætlaði alltaf að drepa með F-peði, hann drepa með D-peði. Ef maður spara út í það, meira út í það, þá kannski var það bara röggrétt, en já, ég veit það ekki. Kannski taldi hann að þessi veikleiki verið bara svona auðvaldanlegur. Mér finnst þessi nú samt líta mun eðlilegur út. Það svartur fær svo easy leiki svona í kjölfarið. Biskup D7 og bara svona tvö eða þrefalda hérna af línunni og eitthvað svoleiðis. Ég veit ekki hvort að hvíti megi drepa hérna, það lítur svona ekki vel út að opna þessa skálínu hérna. Þóttu fá hann þennan, við getum fara að huga að því að fara að opna drottningavænginn. Já, ég er ekki viss um þessu ákvörðun, getur verið E4. Lenka leika sjálfsögðu D5 reynir að halda þessu hérna lokuðu. Þannig að biskuparnir komast ekki á þessa skálinu hérna. Og nú hérna, ef við drefum að D5, rittarið með D5, hvað? Það var skrítið nákvæmlega, D3 E4. Því minnst, hinn staðan er svo þægileg bara langt tíma sko. Eftir E4. Ég veit ekki hvort það var eitthvað hræddur um að þetta er að loka, Já, ég skil þetta ekki alveg. Í þessa stöðu, D3 E4, lítur ekki vel út. Já. Hannes er búinn að gera eitthvað. Hannes hugsaður eftir rótum C5. Helgi Ás, eða Olga og Helgi Ás. Loksins komið leikur eftir þetta D3 og þá leik Helgi C7 og nú er Olga búinn að hugsa talsvert. Þetta er svona staða þar sem að erfitt að taka ákvörðun sko. Hvítur getur eiginlega einhver leiki hérna. Hvítur er svona eiginlega í hálfgerðu fangelsi að býða eftir því hvað svartur gerir með þessi peð. Hvaðan kemur dýnamíkin? Leikur hann C5, leikur hann E5. Býður hann át þetta lengur og svo framvegis. Ég held að Helgi sjálfur sáttu þessu stöðu. Þetta vel verið að þetta sé betra hvítt tölum, ég veit það ekki. En ég veist Helgi vera svona í sínu elementi hérna og ekkert svo langt eftir á klukkunni sem er mikilvægt hjá honum. Herru, dómaldúkar að hugsa, þannig að það er komið leikur, það hrókar F1, já. Þannig að hér var teflir þetta bara svona statíst. Vil meina að það standi bara þokkalega og hrókur hlýtur að hafa í huga að leika hérna þetta D6 bara í einhverju stöðum. Til dæmis þetta með svo D5 myndi ég halda að þetta verið leikur. Og nú er spurning svartur eigi eða megi drepa á D6.
Virkar nú svona shaky að opna þessa E-línu. Ef drepið ég veit ekki hvað skal segja. Skýtir líka eitthvað svona. Og þessu onni það er kannski hægt að valda hann einhvern veginn svona. Hérna væri allir hrókur C1 sé ekki máli hérna. Þessi væri fyndin hérna hrókur bara E6 D7. Hrókur E, já mér líst nú satt best að segja, þá líst mér nú betur á hvítu stöðuna. Staðan er svona, Sassi hugsar. Hrókur F til E1 síðasta leikur. Já, það með voru að koma af koma skjánum að þá lenti nú Guðmundur Kjartansson ansi illa í því hérna móti Degi. Féll í smá trikk hjá Degi, hann drap hérna á C4. Hrókur drapið C4, D drapið C4 og allir, já Guðmundur hafi talið sig eiga eitthvað tíma inni eftir að Riddarinn Hörvar að já, það ekki talið að vera hætt á ferðum. Það er nú furðuleg ákvörðun því hvíti getur bæði drepið hérna á leiki Riddari C1 og ætti nú bara að vera allt í lagi en hann á náttúrulega bara Riddari bara A5 hérna leikur sem við vorum bara að sjá fyrir hérna í útsendingunni og þetta er alveg steinbúið. Það má ekki drepa hérna út af dronninga 8 mát og biturbrur A5 biskutröfur C6 setur á dronninguna. Hún fellur og mátið er yfirvofandi aftur máta á A8 og þetta er mikið lið hérna einungis hrókur fyrir dronninguna þannig að já það er slakar skákir rauð hjá það er mjög slakar skákir rauð hjá Guðmundi og þetta ætlar ekki að vera hans mót það er alveg nokkuð ljóst. Hér er búin að tapa tveimur röð en mér sýnist hann ætla nú að rétta úr kútnum hérna mútið barðið, hann leika F4 þetta var nokkuð beint við mér sýnist þetta að vera algjörlega leikurinn. Já, eins og segi, hvítur menn er klaufalegir, hvítur ekki meira en sérstaklega plan og drottningi sérstaklega klaufalegir, mann finnst þessu svartreigi svona einhvern veginn að geta raða mönnunum kannski bara í staðin fyrir þetta föndur hérna áðan er bara þessi beint er kannski bara verulega óþægilegur, ég meina fyrir þetta að beta upp Peroni. Já, ég er nokkuð sem að Héðinn nær sér í sigur hérna og kemur aðeins tilbaka. Vignir Leifir peðið á D6. Já, hérna. Samanskapið er nokkuð sem að D-drepið E4 hafi verið mistök hérna, F-drepið E4 hlýtur á leikurinn. Lengarleik D5 og sá kannski á því að Vignir Leifir hérna D5 D6. Þetta hefur farið eitthvað óskeiðis hjá Vigni og lenka fyrir bara í að loka stöðinni, leikur hérna A5. Nú er erfitt fyrir Vigni að gera eitthvað. Þetta er D2, dronningi 6. Og lenka fór
kónginn hérna á A3. Hvað er þetta? Í eina plani á svörtum er að leika einhvern tímann F4 en við sjáum að Lenk er búin að hlaða alveg hérna þvílíka liðsaflunum á þetta F4-peð. Þannig að það stráfellur eða leikur F4. Að svartu þarf aldrei að honda sig í tímasetningunni. 28 leikir búnir, Vigni vissilega með betur tíma. En það er aldrei langt í land hérna ef hann ætlar að vinna þessa skák. Já, og fyrsta svona Augnabliki, hann reyndar svona lenti í smá vandræðum á móti Guðmundi út af byrjunni en teldi það samt alveg þokkalega. En þetta er nú fyrsta skákin þar sem hann er að leikur leik sem að nánast afleikur sko. Og mögulega gæti hann þurft að sætta sig við það bara að bjóða jafntefli en þekkjandi Vigni þá reynir hann nú vantarlega að vera eitthvað þrjóskur hérna. Bjössi er að svíkja okkur, hann var búinn að lofa að mæta hérna löngum hér að skjóna í Mosfellsbæinn en hann er að svíkja það. Já. Þetta getur verið erfitt hjá Vigni. Já, Bjössi ekki 7, ok, opnar F-línuna. Ég er nokkuð vissum að hérna hann tekur sér tíma en hann endar á því að leika henni að 40. Það er bara það er eina leiðin til að reyna að vinna. Það er líka leið til að reyna að tapa. Þannig að þetta getur verið spennandi skák allt í einu. Og Lenka, hún eiga það. Hún er ekkert að láta plata sig að detta mikið niður á tímanum. Hérna 22 mínútur núna. Hún er ekki komin tímarhagg. Það er svolítið að endur taka leikinn frá því fyrra þegar hún lagaði umtalsvert hjá sér tímanótkunnuna sem hefur oft verið vandamál hjá henni. Er Hannes bara að hugsa eða hvað er að gerast? Ok, hrókut upp á C5, hann leikur F6, sætti sig greinlega við pestabi, kannski lítið annað hægt að gera. Drottning C2 núna hjá Hilmi, losa leppuna og setur pressununa strax á hann riddar á C6. Mér sýnist þessi skákur að þróast út í stöðu þar sem eina spurningin er hvort að Hilmi ná að vinna eða hvort að Hannes ná að jafntefli. Þannig að Hilmi sé bara í raun að tefla upp á 2 úrslit. Það er alltaf eitthvað sem maður vill. Tefla upp á 2 úrslit. Hjörvar virkar nokkuð spakur. Er enginn hann að bak við hann? Er skákinn nokkuð búinn hjá hérna á borði? Nei, það er bara enginn við borði. Eftir Drottning H4 að drap hérna á Davíð 4. Já, annarkvort högnast honum ekki þessi leikur eða bara sá hann ekki. Leikurinn er H5. Það virðist reyndar vera ljóst núna að hann ætlar að leika hérna hrókur H7 sem valdar þá þetta H5-peð 10 valdara. 10 hótunni hjá hvítum gerir ekki mikið og þá er G5 að koma. Þetta lítur reyndar alveg glimrað út sko. Þar hvítur núna að fara í einhverjar stóru áhersamar aðgerðir á borðið G2 til G4. Já, þetta er ein hugmynd og það er einhver stuð að leika biskop G4, hvort eigum að leika drep á F5 fyrst, ég veit ekki.
En einhver svona biskup G4 leikur. Það er náttúrulega leppur hérna. Þá getum við kannski dreipið hérna. Sloppið við hérna G5 leik. Kannski bara drókning G5 núna. Sem er reyndar að vara samt út af H4. Þetta er alveg heljar hérna prísund sem þessi drókningur í. Kannski verið F3 máli núna. Það er hérna bara að koma drókningur undan hérna. Þetta getur mögulega sloppið. Og þetta lítur nú til að vera ansi shaky. Ok, ég bara sá allt inn hann í kamerunum, ég fannst bara þess að það var engin við borðið. En hann kemur nú ekki inn. Hver er þetta? Það var einhver skokk áhuga maður. Þetta er ekki keppandi. En já, Bárður er einhverjum vandræðum með þessa drókningu. Hlutunni gerast nú svolítið hægt hérna. Komin aftur í skák Olgu og Helga Ás. Olga leik hérna drókning H2, setur upp einhvers konar pressu hérna á þessari skálinu. Og allt hérna komið til að álita þennan leikir eins og riddari C5 í einhverju stöðum. Helgi svarar með riddari B6. Og þessi riddari hann kannski gæti að hoppa hérna inn en spurning hvað það gerir. Jú, það er nú reyndar ágætt sjómynd. Ég ætla að gera svo djarfur að segja að þetta sé nú svona auðtefnulegur á svartan. Við sáum, hvað er allir hvítur að hafa kónginn, drókning H2 er eitthvað svona biðleikur. Það er einhvern veginn auðveldar fyrir svartan að segja pass. Þetta er B6, C8. Hann svona býður svolítið, hann heldur spilunum svolítið að sér. Kíkjum að Sasha og Hjörvar. Já, nú er Sasha komin í tankinn, svo kallega. Hann að hugsa. Hann átti 56 mínútur hérna áðan. Hann kom í 44. En er ennþá töluvert yfir á klukkunni, meira en hálftíma. Ég ætla að fara aftur að borða hjá Vigni. Skrítin staða. Vigni gerði mistök í viðtaflinu, drap með vitlausu peði hérna á 1-4 og ákvaði kjölfarið að hleypa þessu peði völdu hérna á D6 sem er alltaf gríðarlega áhættusamt. Og Lenka nýtti tækifærið strax, lokaði stöðinu með A5 líka með þessa þéttu peðakeðju og það er nokkurn veginn ljóst að eini möguleiki Vignis til að reyna að vinna eftir er að leika F4 en gera það þarf hann að gefa þetta F4 peð þannig að það þarf aldrei að ræða kallunum rétt til að koma því í verk. Þetta getur reynst ansið dýrkeypt mistök í toppbaráttunni. Við vantarlega ekki verið að missa mikið af punktum svona gegn stiglægstu keppendunum. Þannig að ef Vignin er ekki að vinna þessi skák, tala ekki um ef hann tapar henni, þá er það ansið dýrt.
Og lenka, skynsum, bara 19 mínútur, hún ekkert að detta of langt niður á klukkunni. Hlutinni gerast hægt núna. Hannes nú alveg með trausta stöðu, sko. Þetta er ekki hreint peð hjá hvítum, ég held að það sé alveg morgunljóst, sko. Hvítur að sjálfsögum er betra út af umfrapeðinu, en peðastaðan hans er svolítið skemmt. Dróningi A4 núna hjá Hilmi. Örugglega hinn þokkalegasti leikur, allavega fer úr þessari skálinu. Leppar hennar riddara, en hefur vantanlega hugað að leika hér, eitthvað slíkt. Jæja, þetta hefur ekkert breyst. Ég stendur það að Hilmir er að öllum líkindum að tefla upp á 2 úrslit, vinna, eða þá var Hannes nær að hanga á þessu. Bárður er komin í dankinn, sýnist mér, eftir H5. Svo ætla að fá H5 aftur, þannig að já, ekki komin nýr leikur, H5 síðastu leikur. Já, það sem er að gerast núna hjá Vigni er að hann er bara marka tíman, hann er að fara í einhverja hringi hérna. Sjáum við getum farið svolítið tilbaka hérna. Það er ekkert að gerast, hann er bara að skópla mönnunum hérna fram og tilbaka. Það er ekkert plan komið, hann er kannski ætlar að bara hreinlega ná tímamörkunum. Hann er 38 leikir og sjáum að lenka er ekkert að flækja þetta. Og leikur bara drottning C til B2. Og þetta getur verið mjög pirrandi þegar aðstæðingur segir bara ég er sátt á jafntefli, ég höf bara fram og tilbaka, ég ætla ekki að gera neitt. Hérna þarf Vigni svolítið að halda haus. Og líka bara vera skynsamur og hérna og taka bara jafntefli. Það sýnist það rosalega áhættusamt að leika F4 og leyfa þetta að drápa henni á F4. Spurning hvort að Vigni sé að reyna að lúra henni að riddara henni á B6. Ég held að það sé nú bara ekkert að því, sko. Þú getur bara að huga því að leika bara riddara A4 og riddara B6. Það hlýtur nú bara að vera betra hvítt, sko. Ef einhverjum er betra. Nú þarf lenka kannski að vera aðeins harðar en í gær. Í gær þá sett hún sig í jafntefli með betra tafl. Það var kannski að því hún var ekki komin á blað. Nú er hún komin á blað og nú finnst mér engin afsökun fyrir því að reyni ekki eitthvað. En hún allavega byrjar á því að augra svolítið Vigni með því að leika bara hérna drottningunni fram og tilbaka. Segir bara pass. Og svo segir það gæti stuða Vigni svolítið að þetta getur verið góð strategi að segja bara, gjörðu svo vel, þú ætlar að reyna eitthvað, ég leik bara fram og tilbaka og að snögga því og eyði þar að lenda einhvern tíma. En ok, nú leikur riddara A4, ok, I like. Reynda tökum við eitt vald hérna af E4, en á móti riddari hérna, hann kemur með skák og ef svartur fer að vera óaggressífur þá bara getum við fara að halda áfram þetta peðina, peða á T7 og riddari hjálpar. Hvað er allar Vignir að hafa kónginn? Ætlar hann að fara hérna núna hingað eða? Gæti verið náttúrulega að hafa kónginn bara hér og
treysta svo á að tablu opnist og já, koma einhverju sensar. En mér líst bara ekkert á vinningsmöguleika Vignis ef ég á að vera alveg hreinskilinn. Það þarf að taka rosalega áhættu til að vinna þessa skák og það upphófst allt hérna í 21. leik. Þegar hann, hvað tekur hann langan tíma í sakkunum? Biskupsbreið 4. 1 mínúta í Dieterbreið 4. Þarna virðist hann að vera svolítið að flýta sér sko. Allavega. Þetta er staðan 39 leikir. Barður sýnist mér ekkert vera að leika mútið Héðni. Bara hugsar. Ok, reynda komið. Já, eftir H5 hann leikar reynda D5. Sem svo sem losað þennar reitt í bili. Þetta er C3. Nú gemur maður hrókur hér. Svo einhver leið til að undirbúa G5, kannski dróning F7 hrókur G8. Þetta hvítur er ekkert að gera með hann, það er ekkert sko, ef við ímyndum okkur að þetta væri kóngsitri þá venjulega væri hvítur með einhverja aðgerð hérna á dróningvagnum. En hvítur bara ekki að gera neitt, þannig að svartur er með eiginlega alveg fritt spil hérna og ofanálega þá þarf hvítur að hafa rosalega ráðgjör á þessari dróningu. Lenka er bara nokkuð spökana, hún er bara á þessi gangutúr. Spurning hvort þú sé að fá sér te eða kaffi. Þú sé meir í teinu. Já, hann blendar reyndar. Það getur nú reyndar. Það er náð bæði te og kaffi. Síðasta hörmbandi. Við færum okkur nú yfir í Alexander Domalchuk sem er komin algjörlega í tankinn. Hún hugsa hana í 20 mínútur. Þá spurning kannski að fara aftur í Hannes og Hilmi. Hvað er að frétta þar? Þetta er dróning A4, þá komið sér leikur biskup E8 sem við sjáum hana og svo hrókur E til C3 sem er síðasta leikur eins og örin gefur til kynna. Hvítur hótar svo sem engu. Þessi riddar er þrælvaldaður. Hann er þrívaldaður á móti þrefaldri árás. Þannig að hvítur þarf að hann har mikið í land til að bæta þessu stöðu. En hann er peði yfir. Það er spurning hvernig hann þróar tablið. Þetta sé mikið eftir þessari skák. Svona ennþá svolítið frá tímarækinu. Sjá hvað það. Hvað er núna? Já. En hvað segir, við hljótum að vera að setja ykkur að pressa á Bjössa að kíkja henni til hann og hjálpa okkur í lýsingunum. Endurheimta Fischer Random teimið. Herðu, já, Hannes er einhver hérna 1-4, já. Það er nú leikur sem setur bara spurningamerki við aðgerri hvíts. Riddarinn verður að fara eitthvað. Gera það, þá opnast nú allir möguleiki bara
peð hérna eða hvað? Af því að mér sýnist, segjum bara, ég veit ekki hvert það segjum bara þetta er H4 til að gera eitthvað. Erum við að missa okkur hérna? Are we missing something? Þegar mér sýnist skvítur alls ekki með að drepa hérna. Út af þessum, þessi og drottning D5. Og hérna eigum við svo, ja, það er engin taktík hérna. Drottning C4, þá kemur bara biskup C6. Og drottning B4 sem hóta máti, þá kemur biskup C6 líka sem að opna valdi hérna. Þannig að hvað ætlar hann að gera eftir riddari H4? Eða hvað ætlar Hilmir að gera með riddarann? Sér ekki sérstaklega millileik. Segir riddari. Hvað vaki fyrir hann hér? Er einhver leikur bara riddari F5 sem er leiðilegur? Eða drottning C4 kannski? Mögulega kannski, þegar nú er komin leppin hérna. Ég ætti nú samt að geta bara að fara tilbaka hérna. Ég ætla að skáka fyrst, þegar kóngurinn stendur verið hérna. Þegar nú á ég einhverja skákir. Segjum bara hér. Ég er að reyna að opna fyrir, fórna peðinu fyrir einhverja dýnamík, eitthvað svona. Drottning hér og, ég veit ekki, riddar eitthvað, eitthvað svona. Það má vera. En E4 allavega er síðasti leikur, eða ekki? E4 move og hann fór með riddarinn að H2. Það getur nú ekki verið stóra hugmyndin eða hvað? Það er sem skrítið. Ég sé enga sérstaka ástæðu fyrir því að taka þetta peð ekki á D2. Og svo er hreinlega önnur pæling. Ég hvítur, svartur er líka að skoða möguleikann á leika hreinlega bara hér. Ég hef kannski bara þennan og þetta er alltaf. Því hér náttúrulega er hótun hérna. Kongur F1, biskup B5 getur verið leiðilegur. Eitthvað slíkt. En kannski er það bara alltaf leið. Þetta er H2 allavega svolítið sérstakur. Herra já, Vignir hefur greinilega bara sætt sig við þetta. Þetta er riddari A4 og leikarinn kongur D8 býður að tefli með munveri stöðu og lenka aftur á með kannski aðeins og mikla virðingu hérna og tekur í aðteflinu.
Það er hvítur, ég meina, við leikum bara, það er engin tap þetta. Við leikum bara hér. Þennan jafnvel hérna, hindrókir hérna og reynir að reyta D7. Vattar við á Fredhoff. Hvað eru við hrættu hérna með hvít? Já, það er svo sem góð úrslit fyrirfram en aftur finnst mér Lenka allt og góð við stórmeistarinn okkar. Er ekki að pína það af því að ef þessi verið auðvitfari bæði í gær og í dag þá hefði píningin alltaf átt sér stað. Það hefði ekki verið sami jafntefli. Þannig að já, þetta setur smá strik reyningin á Vigni í toppbaráttunni. Sama skapi að Lenka síðustu tvær skákir fínar en mætti vera aðeins ákveðin í að bara tefla til vinnings. Skákur skemmtileg. Það sem ég jafntefli með nokkuð augljóslega betra tefl. Það er það sem menn gera allt oft og ég hef gert sjálfur en verður eldri þá kannski skiptir þessi jafnteflingu málinu. Í gamla daga var maður alltof linur oft að taka eitthvað jafnteflum á stórmeisturum. Það má ekki alltaf vera að sleppa þeim svona. En já, svona ganga kaupin á erinni. Ég myndi segja að Vignir miðað við þessi mistök sem hann gerði þá sé hann bara heppinn að sleppa á jafntefli. Hvað er að gera þarna hjá nú kemur loksins þessi riddari C4 leikur hjá keðni sem lá svolítið í loftinu áðan en hann beið með hann. Já, þessi frasi sko, það vantar pung, það er alltaf spurning. Pungar eru mjög viðkvæmir. Menn sem hafa fengið högg í pungi vita það, samanber Frank Búkari í körfuboltaleik daginn. Þannig að það er ekkert alltaf gott. Þetta er eiginlega svolítið lélegur frasi. Eitt er bíl, þetta er alveg eindæmi passitt. Valdar allavega hennar reyt hérna. Það svo kannski bara íta honum í burtu en já, ég er sammála það er hérna Lenka hefði mátt já, ég veit menn segja svona en Lenka hún hefði mátt þóra aðeins betur, þóra að skora því að hún getur alveg til hún með nógan tíma hún ekki tímar ekki heldur í gær og mér finnst það skrítið að þóra ekki að tefla endatarpeði yfir þóra ekki að tefla þessa stöðu hérna en hún er með alla stöðuna þetta er B6, hvað er Svartur að gera? Svartur þarf að taka alla áhættuna ef hann ætlar að gera eitthvað sko. Já, hann náttúrulega unni að B2, ég glemdi því, Þannig hér er búin að vinna peð þannig að aðgerri hvítu og dróningavang eru ekki að gera neitt rittarinn kemur vantarlega tilbaka hér og hér já, þetta er nú fyrir að verða hans erfitt held ég fyrir Bárð ég held að verða eitthvað já, F3 rittar D3 kannski ef hann er núna að fara að þess að virkja dróningavanginn dróningi aftur getur komið ykkur tempói leika þessu því ég var akkurat með músina hana ég leika þessu, ok en eftir er alveg leikur leika þessu nei já, ok, lítið vel út í hérna en bara svo sem ekkert alveg döður öllum aðeim hérna hvað er að gera að sjá það þróast hægt hérna Alexander er núna fóru tankinn 56 mínútur niður í 18 hugsaði, já, vel lengi þarna sko. Næstu því 40 mínútur og er eiginlega búin að streika út þetta tímahóskot nú kom hrókur aftur D1 þetta valdaði Sasha en kallinn sem hann er yfir hann kemst ekkert svo glatt út hérna og hvert er hann að fara?
Hvaðan er hann að koma, hvert er hann að fara. Þetta er alveg ljóst að hvítur er með tökinn á þessari stöðu. Þetta kemur til greina, finnst mér að leika bara riddari B6. Setja það á peð. Og valdi svartur það, þá viljum við leika borðið Series 4. Bara tefla á móti sér hrók, þessi getur komið tilbaka hérna, góður hér. Og mér sýnist við hafa alveg fulla stjórn á stöðinni, sko. Í kjölfari leiki með svo F3, H3. Þetta er svona orðið svo eitthvað svona lélegu Berlín hérna hjá þessi kóngsvængur. Þetta er allt svona sem að allt kalla sem að getur komið úr Berlínarvörðinni. Hver er hann? Nákvæmlega. Það er einhver hérna handboltafrasi. Já, mér sýnist Hjörvar bara loksins vera komin í sitt eðlilega form. Hann er að tefla þessi skák bara glimrandi vel, sérstaklega með það hvað hann var komið á óvart í byrjuninni. Mér sýnist mest að tímarækki geti orðið hérna hjá Helga og Olgu. Olga með hvítt. Þau eiga bæði rétt rúma 10 mínútur og eru með 19. leik. Biskop F4 var leikurinn hjá Olgu, þá var riddari C4. Stendur vel þar. B3 leikur, það er líka veiking. Þetta peð var Róni, býtum við, var það ekki Róni fyrst? Nei, það var Róni D6. Biskop F4 náttúrulega hótaði að drepa hér. Riddari valda, nú er þetta peð Róni hérna, D4. Nú valdar Olga peðið. Það var okkur að D8. Eins og segja auðvitað fyrir svartan að hreyfa mennina. Hugmyndin er bara að valda peðið af því að B3 ofir yfir. B3 kom núna. Og þá skaut hann inn í E5. Sín svartu verið að fá ansið þægilega svona pirkmótan stöðu. Biskupinn hörfu á C1 og þá drepur Helgi á D4 já. Drepur á C4, B-tefli C4. Þetta er kraftaþarmennska, það er Helgi sem teflir kraftaþarmennska móti Olgu sem er svona yfirleitt þekktust fyrir það. Ef riddari fer eitthvað þá kemur bara D3 og þetta eru leiðindi. Það er spurning hvort að hvítur eiga að hróka bara og gefa manni svona, drepið einhvern veginn svona og vonast til þess að fá eitthvað spil hérna seint á síðan mér. En þá er hvítur allt í norður peðið undir sem er kannski ekki alveg svona eins og hvítur tekna þetta upp, en hún setur riddarinn á B2 já, ok. Getur nú örugglega samt leikið D3. Það hlýtur að vera óþægilegt. Til dæmis hér. Þetta er drepið. Þetta er fyrir 4. Já, þetta er ekkert endilega besta leiðin fyrir svartan. Ok, við getum leikið ykkur upp C3 og getur ekki hróka en ok, þetta er mannsfórn þannig að við þurfum kannski aðeins að passa okkur hana. Helgi leik drottning A5 skák. Olga verður vantilega að leika kongnum þar sem biskupinn D2 svarar með C3. Hvert er best að setja konginn? F1 eða F2. D1 virkar nú ansi shaky. En þá getur komið alls konar dýnamík að svartu fara hérna flægi öllu og opna fyrir hérna hrók hérna. D1 ansi ólíklegur. Þannig að valið hlýtur að standa milli F2 eða F1. Grunnar nú vel í kongur F1. F2 verið svona bjóð upp á að sé ykkur að skákir hérna. Hvað leiðindi. Já, stefnir tímaræk og skemmtilega skák hérna.
Hannes drap á D2, þá kom riddari F1 hjá Hilmi. Sér riddari alltaf vantanlega E3 sem stendur nú þokkala, já eða G3. En hann er búinn að gefa peð, þetta peð svo stóð ekki vel. En tilur hann sér verið að fá okkur færi hérna á móti, eða hvað? Já, þessi fínt það. Þetta hann ekki verið ekki að fara tilbaka eitthvað. Það sýnist það. Málið með já, ef drottningi fer eitthvað og reyndar D4 í kjölfarið þá ákvítur alltaf drottning C4. Þannig að það kannski er engin hótun. Hvert verður með drottninguna, ekki gott að segja. Bárður er komin í alveg hólkandi tímarak, hann á innan mínútu eftir á 10 leiki. Spurningin er hann að standa á sér svörtu sóknina. Svartur er komið með svona sterka kóngsindur og svo, G5, G4 er að koma. Hvítur fær svo sem riddari C4 með tempói sem hóttar að drepa hér. Hann til dæmis ef G5 og kemur vantarlega riddari C4. Þá var þess svona í. Svartur er vantarlega tíma í að valda peðið og líka valda þannig að drottning takir tilbaka þá sé valdaður. Ok, þá er reyndar á ég riddari til E5. Get fengið hérna peð tilbaka. Ok, þannig að svartur þarf eitthvað aðeins að vanda sig. Eftir G4 riddari C4. Gæti ég kannski valda alltaf svona. Nei, þá getur þetta bara D6. Ok, svartur það nú kannski eitthvað aðeins að vanda sig. Já, enda hugsar hér hérna eftir drottning F2. Það er kannski ekki alveg jafn slæmt og ég held fyrir Bárð. Ætlum við hörfum bara núna í staðan fyrir G5, riddari D7, riddari C4 og þá eitthvað riddari F7 eitthvað slíkt. Og svo á stað. Það virðist eina viti, þessi stendur ekki vel á hvítum, þessi riddari hérna á einar einum. Hér var á 7 mínútur eftir, hrókur D2, biskup C6. Nú er Sassa svona kortur í að fara að geta komið sér riddara út, búinn að valda þetta peð hérna. Þá kemst þessi kannski út. Hvítur þarf að passa að hleypa svörtum mönnunum ekki í það að vera aktífir. Ef hann nær því, þá stendur hann betur. Það er eitthvað ofurlægi, lag, já. Já, það getur alveg verið að mynda hann í laggi, en hljóðið ekki lagi. Ég er samt ekki að fá dropped frame, sko. Kannski eitthvað minka í þessu hérna samt, sko maður sjá. Aðeins að minka svona það sem hægt er. Fáum þessa á meðan. Fáum þessa á meðan, þetta F1 er komin.
Já, myndin lagga bara hérna. Menn er líka að vera að horfa á stöðuna, ekki mig. Svona, lokum allavega þessu og þessu. Þarf ekki þetta. Þetta. Svona, vonandi. Þetta er svona aðeins minna í gangi núna. Ja, við einbetum okkur að skákinni. Hannes hugsar þá eftir Ritter F1. 15 mínútur í Hannesi. Eins og sagði, wow, Jesus Christ. Þokkalegi Pawn Cube, þokkalegi peðateiningurinn. Jesus Christ. Hvernig kom þetta upp? Drottning A5 kongur F1, hann lék Helgi D5, E5 og C5. Vá! Það er ekki oft sem þetta kemur upp. Já, við getum sagt að Helgi hefur ágætt í stjórn á miðborðinu. Það er svona allir reytir teknir af þessu ritturum, sko. Það er þokkalega valdið hérna, vá. Hvert ætlar að fara? Hvað ætlar að koma? Hvert ætlar að fara? Þú fer ekki neitt, vá. Ok, ég held að næsta skref, þetta er bara stöðuleg pressfót, sko. Næsta ætlar að bara skipta upp á hvítreita. Svo verður bara eitthvað múra hérna F5, sko. F4, ég spái biskup F5, ég spái biskup C8. Spái biskup C8. Mér heyrist ITT verið í að því að Björn þekki ekki reytina nægjanlega vel. Ok, hann leikur Ritter C, hann ætlar að svara F5 með að segja að þessi sé onni. Svo getur hrókur í annað hvor, hvor samt. En E6, er það eitthvað? Nei, þetta opnar nú bara fyrir svartan. Svarti kongur verður alltaf bara góður hér. Þau bara H7. Og já, höfum það bak við að tilbyrði hvít til að opna stöðuna getur nú bara komið baki á hvítum það sem að það er eiginlega hans kongur sem er lélugur. Mér líst vel á þetta fyrir hönd Helga og höfum það bak við að Helgi gæti verið að ná sér í fórstuna mótinu ef hann vinnur skákina. Já, ég minka aðeins dót sem verður í gangi þá kannski lagast þetta aðeins. Já, Helgi gæti að reyna nefstur. Þá erum við að gera ráð fyrir því að Hilmir hafi ennþá alveg fína stöðu hérna. Eftir Ritter F1, já, drottning D7 þá lék Hilmir Ritter E3. Þetta virkar nú þægilega stað á hvítan, við tvöföldun hérna. Menninni standa svona almennt þokkalega, það er pressa hérna. Og svona, ykkur möguleikar. Svartur með aðeins veikari kóng, þannig að Hannes ákvað að laga það aðeins, leika kongur H8. Þá kom hrókur C1. Þetta gerir hvítum mögulega kleift að sveifla liðinu sínu hérna yfir á D-línuna og það mjög nýtsæðilegri lína til að ráða yfir, myndi ég halda. Þá getur biskupið vaknað til lífsins. Þetta er þægilegra hvítt. Eins og það sé svona gameplanið. Taka D-línuna, laga drottningunum aðeins til, svo getur biskupinn laga sig hérna. Getur vel verið að halda á þessari línu en svo getur líka bara svona
svinga hann hérna yfir og kóngurinn er alltaf öruggur og fara svo ykkur aðgerðir. Og svo svona langtíma þá er nú hvítur með 2-1 hérna á Drottningavík. Þannig að ýmislegt í stöðunni sem að er hvítum í hag. Barður á sinni gömlu góðu mínútu hérna eftir Drottning eftir að hann lék hann G5, þá kom riddari C4 og þá lék hann einfaldlega Drottning E7. Þannig að nú ef ég drep hérna Drottning drepur, ef ég drep á E5 Drottning drepur. Heldur valda á þessu dóti þarna. Ég drep B6, biskup B7. Eina góða við þetta er að biskupin er farin að skálínunni, þannig að hvítur kemur drottningunum undan. Riddari D3, riddari B3, A3, riddari D4 og H3. Ok, hann allavega G4 þá dreipar hann biskup dreipur. Riddari F7 hjá hérna. Þetta er náttúrulega svo miklu erfiðri staði fyrir hvítan að tefla. Og nú kemur G4. Já, ok. Og bara algjörlega á lakkinu. Hann dreif með H-peði úr að það skrítið. Ég held að við dreifum með F-peði og hóttum að dreifum með biskup. Kannski kemur svo sem út á 1, þannig að verður að drepa núna með F-peði. Annars kemur bara G3 og hvítur mát. Bara bein hóttur hérna, G3, Drottning A4 og F er vaff og svo framvegis. Þetta er þinga, þá kom riddari G5. Hér er greinilega tefla svolítið upp á tímahrækki hjá honum Barði. Það þýðir með biskup F3 meira minna. Nei, það er ekki þinga. Það tapar. Biskup F3 og kemur riddari dreipur og riddari H3 skák. Þetta er erfið staða. Það er erfitt að valda þetta peð. Líklegast er Barði búinn að klúra þessu. Hann leikur riddari E, þá er onni á E4. Kannski heldar hann í vonunum að okkur H3 gerir eitthvað, ég sé nú ekki samt hvað það gerir. Þetta er 39. leikur, ég sé ekki af hverju hann ætti ekki að drepa hérna á E4. Sýnist þetta bara meira minna búið hérna eftir þetta fyrir E4. Já, það var Héðinn að komast í 2,5 vinning. Ég ætla nánast bara að afskrifa þetta hjá honum Barði. En ok, hann er náttúrulega bara 37, sjáum hvað hann leikur. Það leik ekki hrókur H3 skák, sjá svo til. En ég meina, nei, það er kannski bara lélegur leikur sko. Drottningin á enga reit hérna. Drottning F1 og kemur riddari G3. Þetta er eiginlega bara verri útgáfa kannski að hérna eftir kongur G8 þá var eiginlega verri að hafa hrókin hér. Drottning F1. Þetta skiptir ekki máli heldur. En svartur er alfarið bara að velja sér hérna vinningsleið. Þetta er búið. Hefur 25 mínútur. Förum aftur í Hjörvarstein. Við skulum C6 þá leika hann E6. Þetta er svolítið að opna tablið og er líka með mun virkari menn. Þetta geti orðið hættulegt. Opnar E5 reytin fyrir riddaran. Þrátt fyrir að vera mann undir þá hvítur með miklu virkari menn. Hann er með færri menn en betri menn. Og svo gera peðinans að verkum að hann er ekki liðið undir. Það lítur að vera gott að hvítum. Já, þetta heldur maður með Sasha en það er líka fínt að Hjörvar komist á blað og aðeins í gang. Þetta er nú búið að vera alveg ótrúlega seinhefni hjá drengnum á þessu móti. Helgi Olga er náttúrulega ótrúlega skemmtileg skák. Þetta er C6 var leikið hjá Helga, þá kom Drottning finnur 2.
Rittarinn fór á B4. Leiðindi hér. Rittari G3 valdar. Það kom D3. Það var drepið C3. Og rittari að drapa D3. Og nú þessi að fara að vakna til lífsins. Þetta lítur ansi illa út. Eða hvað? Jú, ekki bara C4 núna. Því ég alltaf D... Já, býtum hægir. Nei, hann dreif bara C1 og leikur D4. Dreifir hérna og leikur D4. Eða hvað? Já, nú ég ekki með tölvuapparat í gangi en ég grunnar að þetta hafa nú litið ansi vel út, vildi ég sagt hafa hjá Helga. Og gerir það örugglega ennþá. En hann vill ekki leyfa hvítum að drepa hérna. Já, fórna öðrum manni. Það voru nú graðir hérna. Hann voni hérna. Svo kemur D4. Þetta er kannski alveg möguleiki. Þetta getur verið djúvilega rétt og skemmtilegt. Þetta getur kannski bara verið góð leikur. Kom hann ekki, do it, sko. Rittar þetta fyrir E5. Djúvilega er að fíla það maður. Do it. Mikið tímar ekki á Sasha og Hjörvari á 25 leiki, strákar. E6 þá leika hann D5 og rittari E5 hjá Hjörvari. Wow, rittari E5? Já, ok, mér fannst þessi vera óvaldaða fyrst. En, já, ég er eiginlega nokkuð viss þessi staða hangjar af bláþræði hjá svörtum. Algjörum bláþræðir. Fyrir utan tíman, hann dreif bara D2. Það dreifur bara. Þetta er mjög þægilegt. Það gerir Helgi. Hann setur á síðasta leikurinn og Helgi að hugsa. Olga átti 1 mínútu eftir þegar hann leikur svo. Hann gerði það! Let's go! Hann er búin að horfa 2 mönnum. Þetta er geggjuskák. Djúvill er þetta geggjuskák. Helgi Ás er búin að fórna 2 mönnum. En á móti er Kóngstaða Hvíts algjörlega í mólum. Kóngurinn er berskjaldaður hérna og þessi peðamassi hérna er í bullinu. Peðar að koma á D4. Opnast þessi lína. Þessi rittari er onni. Hvert fer hann? Ef rittari 1 fyrir D4. Ég er virkilega ánægð með þetta, sko. Djúvill er þetta gaman að þessu. Róku G, já ok, fyrir úr skálinu, það er mjög rökrétt. En svo eru bara leikir eins og F7, nei ekki strax, það er náttúrulega onni hérna. Leikur D4, samsögðu. Svo bara C4D þrú gaming. Úff, og 1 mínúta á klukkunni á hvítum, sko. Það er ekki öfundsvert. C4. Úff. Hvernig ætla ég að fá þessi peð í andlitið með 1 mínútu á klukkunni, sko. Úff. 32 leikir, það eru, já. Það eru 8 leikir eftir til að ná tímamörkunum. Litli fíni hausverkurinn hjá hvítum maður. Erum við nokkuð með þau hana í þessari mynd? Nei,
En ég sá samt að Þóri var komið einhver skorplu. Ég ætla að giska á að Héðinn hafi það unnið. Eftir gangu G8 síns mér, já, hann bara gafst bara upp. Drottning FN er einu leikur og þá kemur riddari G3 og svo framvegis. Ég kíkti á þetta betur eftir, það er alltaf tímarhakk, þannig að við skulum bara halda okkur við skemmtilegur skákina, C4. Olga er alveg við það að klára tíman. Hannes og Hilmir og Hannes, þar er Hilmir mögulega að trykka hann hérna. Hvað er að gerast? Þetta er hrókur D8, hrókur D5, Drottning Styrris 4, það er drepið. Og hér er típisku leikur sem að Hannes missir af, riddari C7. Hann setur á hann hrók hérna og ef hrókur E5 þá getur hann drepið á E8 og þessi er onni. Höfum við tíma til að fara í counterinn. Já, og þó, kannski höfum við tíma í counterinn. Þetta eru leik hérna. Í vestafallega riddari þetta bara F6. Vinna eitthvað peð. Mér sýnist að vera trikkan hérna. Það vending hérna í þessari skák. Olga er algjörlega á lakkinu. Eftir C4 að leikum Drottning E2, það kom D3 samt. Þetta er komið svona með riddari A5, já. Hvíti getur allavega unni peð. Og það var mjög vænlegt. Þetta lítur út fyrir þetta er svona alveg korter í að vera að tapa. Manni finnst þess að sé taktík fyrir hvítan hérna. Ég sé það ekki reyndar. Þetta virkar eins og þetta sé alveg svona algjöru bláþræði. Og lágmark getur hvítan á sér peð, sýndist mér, riddari þetta F6. En við förum aftur í Helga. Drottning D1 með 30 sekundur hjá Olgu. Þetta er einn erfiðasta tímarhagstaða sem ég séð á ævinni. Við getum alltaf bara leikið C2 eða ekki. Og þá er hrókurinn onni og þá er liðið komið tilbaka. Þetta hlýtur bara að vera tapað. Bara stórkostleg skák hjá Helga. Frábær skák. Tímarhaggi á Hjörvari og Sassa er í bullinu. Biskup G5. Þetta er mjög stétur og loksins komið sér riddari út í 27. leik. Komið sér riddari út. Og hann fann strax spurning andliti hvert ætlar að fara. Ég veit hvað hann varst að koma en hvert þetta fara. Hér er variantur riddari E4, hrókur E4, biskup E4, Petr með D7. Ég fæ drottningu ofurhendi, þú verður að gefa hrókinn tilbaka og nú hvítur öllum peðinu yfir á borðinu. Þannig að hvert fyrir þessi riddari? Er Hjörvar kannski bara með þetta? Það sýnist það. Ef riddarinn fer að H5, þá get ég bara tekið á C6 líka. Já, ok, ekki G, jú, kannski G4. Nánast. Kannski var það samt út úr riddar D4 F3, en ok. Það hvítur með öll á honum hérna. Sýnist að hann hafa leikið kongur G7 í miklu tímarhaggi. Tók hrókur D hjá Hjörvari. Sjáum að þessi pressa hjá riddarinn og biskupin gera það að verkum að svarti getur aldrei losa þessa pressu frá þessu e-peði. Og nú er hann farin að hóta bara drepa D7 er það ekki. Það svarti gerir ekkert. Pass. Og kemur biskup F6 drepi. Petr með D7. Og þetta er að vera drottningu, þú voru að gefa manni tilbaka. Og þá erum við skrifljum peðinu yfir aftur. Sýnist Hjörvar bara að vera með þetta. Það verður þá kærkjóma hjá honum. En já, og mér sýnist líka Helgi Ás vera að sigla þessu heim hérna. Hann geti mér þess að skoti inn í biskup C3 hérna til að vera leiðilegur og drepa svo á æðinum. Þá er hann komið liðið tilbaka. Hann drapa D2 bara, já ég meina þú veist hann drepa á æðinum og C3 D2. Þetta er alltaf að koma. Það er engin leið að virka hvítu mennir hérna bara í ykkur krippu hérna sko. Allir í ykkur svona varnastöðu sko en ekki að fara neitt sko.
Já, mér sýnist skákjarnar vera svona að klárast eiginlega allar hérna á svipuðum tíma í tímarækinu. Getur verið stutt umferð, eiginlega sista umferð til þessa. Sýnist allt stefna í það. Hrókur Hávarður og Sasha reynir að hanga á þessu. Er hann að reyna að komast í eftir Biskupur F6 hérna. Það er að reyna að komast í þetta endatafli. Þetta er náttúrulega kolltapa. Hvítur með allt á verkpeð hérna. Svo þetta getur eitthvað barist en þetta er kólunni. Er þetta ekki bara þinga, Biskupur F6? Það er ekki betur séð. Ég rittari Gunnar til 1-4 hjá Olgu. Reynir svona að halda þessu skefjum en ég getum bara leikið C3 samt eða ekki. Ef þú drepur þá sé ég drottning í lokin. Þetta er ekki bara C3 gefið. Annars er hrættur það. Fann Hilmir eitthvað. Látum okkur sjá. Eftir rittari C7, hrókur E5 og drap hann á E8. Hann er skautinn í rittari A5. Kom drottning A6 hjá Hilmi. Flottur leikur. Já, ég var einmitt að leita svona hugmyndum en sá ekki þetta. Ég var að leita hugmyndum til að hóta þessu. Þannig að drottning drepur er ekki boðið út á hrókur C8 og hrókur drepur E8 er ekki boðið út á drottning drepur A5. Þannig að hann er þessi nauðbeygður að fara í eitthvað mótspil hérna. Leikur E3. Þetta drap Hilmir. Drottning D2 og hérna drap Hilmir á F6. Kóngurinn er næstu örugur, ef drottning drepur þá kemur bara kóngur H1. Ef þú drepur þetta þá ertu mát. Drottning drepur og hrókur C8. Já, drottning F8 er þetta mát í einu leik. Það er kannski einfaldara. Hilmir er að taka Hannesina. Já, þetta er búið. Sýnist þetta er F6 hafa bara verið síðasta leikurinn. Hannes gefið. Og ég virðist vera að tippa rétt á þetta að þetta er bara F6 1-0, já. Við erum að tippa rétt á þetta, það er bara alltaf klárast þarna í tímarækinu. Eitt mest spennandi tímaræk sem ég bara sé lengi. Hjörvar valdi hérna E-drepur D7. Biskupur D7, Biskupur F6. Ok, svipa og ég með áðan, hann er 4 peðum yfir, þetta er steinbúið. Sasa getur gefið, er kannski klára tímaræki og svo gefur hann. Og Helgi á svá. Vá. Þetta er æðislega peð sko. Þetta er alveg algjörlega mögnuð skák sko. Þetta er að gefa koma sjálfsögðu C3 svo D2. Kóngur F1 Olgarinn. Hún reynir að verjast. Þannig en þetta fara að kosta allt og mikið að liði. Nú kemur Biskupur E4, rittari E4, hinn hrókurinn á E8. Biskup B2 líka leiður. Þetta er svo skemmtileg staða hjá svörtum. Rittari drepur hrókur E8. Já, hann fer ekki bara að gefa þetta sko. Já, það er komin uppgjöf. Sýnist mér eftir Biskupur E4. Tímamörkunum er náð. Og þá er bara einn skák eftir og það er Alexander Domotsuk og Hjörvar. Og það er Hjörvar einfallega bara með allt á kólunnið. Leikirinn bara rittari G4 skák, dreipur svo þetta peð. Og er með tvö samstæð frípeða báðum vangjum. Já, eina sem er að stoppa uppgjöfuna hjá Alexander er tíminn. 34. leikur. Þetta var eitt, já, rittari G4. Þetta var eitt mest hressandi tímaræk bara sem ég man eftir. Rosalega skákið Helga. Já, og Sasa gefst upp. Þetta er bara komið. Þvílík umferð.
rosalega umferð. Þeir eru eitthvað að spjalla saman hana, má sjá. Yeah, I was thinking about it, but there's some other lines. Yeah, I'm not sure. Yeah. Heyrist kannski ekkert vel í þeim svona. Yeah, I just remember Bingley 6 usually is no matter what. Yes. Það segist að vita að Drótning BSS væri leikurinn svona no matter what í þessum stöðum. Yeah. Yeah, it's a bit different. Jæja, enginn í fílu þarna, þetta er bara skemmtileg skák. Menn bara kljást og svo sættast menn að lokinni baráttu. Já, mikið af flóknum skákum, það verður nú bara erfitt að klára pistil frá þessari umferð, sko. Herru, eigum við að taka hundavað yfir skákir umferðinnar? Ég er svona langar nánast að taka pásu fyrst, en ég held við rumpum þessu bara af. Byrjum á skák Héðins og skákin Héðin Bárður. Skákin Héðin Bárður, þar teldi Sigurleifur með biskup í skák. Og Bárður teldi þessa athyglisverðu hugmynd sem Nepomniachtchi og fleiri hafa telt hérna drótning D2, þar sem hugmyndin er að pota drótningun á G5 og svo H4 og fara bara sókn. En mér sýndi svona þessi leið sem Héðin valdi hafi svolítið svona dregið tennunar úr þessari hugmynd hjá hvítum, og það sem gerðist einfaldlega sérstaklega til þessi kaupirna er að hvítur lenti svona vandræðum með þessa drótningu. Nú er ekki sókn lengur og mér fannst Héðin tefla þessi skákur. Hrókur A7 mjög menntaður leikur, þessi hrókur ætlar að fara yfir á kóngsvænginn. Þetta er E6, hvítu menn mjög klaufalegir. Hrókur H8 og F5. Það er alltaf að koma hérna, nú er hann bara komið með svona flotta kóngstöðu. Átti alltaf hennar riddari í C4 leik, mista af hann, tók hann seinna, en svona mjög hættulegt hérna þessar aðgerðir sem hann getur farið í hérna. Setur upp í D4, H5, flottileikur, hugmyndin er að leika hérna. Hrókur H7 og ítar svo G5. Hérna reyndi Bárður allt hvað hann gat svona til að bjarga þessari drottningu, fórnaði þessu B-peði og náði svo aðeins að laga hérna F3 og koma drottningurinn loksins á F2. En þá er sóknin komin á stað hjá henni. Hildar C4, drottning E7, komið veg fyrir allt skúuspil hjá hvítum hérna og svo bara smátt og smátt. Ok, riddari fyrir D4 og sókninni var bara að koma hjá svörtum. G4, sterkleikur og riddari G5 og erfitt fyrir hvítan. Valda peðið og biskup F3 strandar á riddari dreipur, riddari H3 vinni drottningu. Þannig að riddari E1, þetta er bara orðið passíft og það sem að drottning F1, riddari G3 var að koma, þá gafst Bárður upp. Vignir gegn Lenku, mér fannst Vignir fá bara fína stöðu í byrjunni. Ég var ekki sáttur við þessi hvernig hvítur gaf hennan svarthættarbiskup aðeins og auðvitað. Svartur fá góðan grjótgarð þar sem að hann ræður yfir E5 reiknum, en þess að gefur hann alltaf ekki eftir, sem er oft þema í þessu grjótgarði. Og ég var eiginlega nokkuð vissum hérna í þessari stöðu að Vignir myndi vinna og virtist vera tefla nokkuð vel, þetta er 1-4.
Hérna gerir Vignir mjög slæm stöðuleg mistök, tekur með D-peði, það er hann alltaf að taka með F-peði, ég var eiginlega nokkuð vissu það. Svo byggir hann bara upp stöðun á F-línunni og ýmsa leiðir svona til að þjarma hvítum. Ég veit ekki hvort það smeykur við einhvers konar fortræsin að hvítum, en allavega tekur hann með D-peði og þá kom D5. Og ef tekið þá er hvítur komið svolítið svona easy stöðu að tefla. Þannig að Vignir tók svolítið svona drastíska ákvörðun, hleypti þessu peð á D6 og kannski að vonast til að ná líka F4 upp tíman. En vandamálið við það er að hvítur bara byrja á því að stilla henni upp og öðru ykkur F4 þá drepa hvítur alltaf á E4. Og svona engin góð leið fyrir svartan að bæta stöðuna og Vignir fór hérna í einhverja hringjækju með kallana, svona bíða átt þetta. En Lenka, hún lék bara drottning C2, B2 fram og tilbaka, sagðist bara alltaf að bíða. Og svo loksins svona með góðan tíma, hún komst ekki tímahragg. Hér fór hann að spá hans í þessu leikrittar A4. Og hérna greinilega var Vignir orðinn smeykur og bauð jafntefli til kongur D8. En það er ljóst að hvítur er með mun betri stöðu, Lenka átt að tefla þetta áfram, leika bara riddari B6, tefla stöðuna. En hún tók jafnteflinu, sleppti Vignir þannig, sem ég myndi segja slepp með skrekkinn. Fyrsta skákin að klárast í dag var hjá Guðmundi og Degi, Daga með hvítrindar. Þetta var reti og já, Guðmundur ætlaði að tefla alltaf dýnamist, hann ætlaði sér að vinna þessi skák. Og langkrokkar, B6 og hérna byrja kannski aðgerðir sem að komu svo í bakið á Guðmundi. Hann opnar svolítið kongstöðuna sína, hérna verða kaup, drottning A6 skák og C4. Og fyrst virkaði eins og þetta væri svona glannalegt, það sem biskup D3 leppar þetta peð hérna á. Við viljum þvinga hvítan í að forna skiptamun. Ef biskup F1 þá kemur líklega drottning hér og hvíturreitirnir ansi erfiðir og svartum á vörðuna, en hrókur C1 og flottalegur. Það sem er biskup C4 þá kemur hérna skiptamunnsfórn. Og hérna sá ég bombu fyrir hvítan. Og þess vegna held ég að Guðmundur hefur séð hann líka hérna E6. Það kom A3 hjá Degi sem er svona skemmtileg byggleikur. Við tekur í fyrsta lagi allt hérna púður úr þessum B4-reit. En gefur líka svartum annað séns á að leika af sér með biskup C4 sem að Guðmundur gerði. Þá kom hrókur C4 og svo bomban. Vitteldur A5 gefið. Fréttablaðsleikur dagsins. Já, það er reyndar hörð baráttur leik dagsins á milli Helga Áss og Dags. Þannig að flottur sigur hjá Degi hérna, hann er bara á solid mode. Hörku skák hjá Hjörvari og Dómaltjúk teldi hressilega, teldi sama atburði og Pragnalanda. Gerði á áskorunarmótinu gegn Vítit, vann með svörtu og setti mikla tímapressu á Hjörvar sem að veiti miklu tíma, sérstaklega hérna eftir C5. Hann er komin hérna undir klukkutíma, komin hálftíma eftir klukkunni strax. Verður að fórna hérna manni sem hann gerir og líklegast réttilega. Þá kemur þessi leikur drottning B6. Hvítur fær fullt af peðin fyrir mannin. Drottning G6 hóta máti, þannig að kaupin eru þvinguð. Og svo fór þetta þannig að hann næri þessu C4 peði sem var líklegast frekar mikilvægt. Nú voru 4 peði fyrir mannin. Og svartur svona náði ekkert að virkja mennin einhvern veginn. Hvítur er með góða stjórn á stöðunni. Hrókarinn er aktífir, góður biskup, flottur riddari og engin sérstakir veikleikar. Og hér á teldi þessi skák bara vel. E6, flottur leikur. Þetta er E5. Og þetta peðir svona svörtum til mikils ama. Komur loksins riddarinn móti 2007. leik en það var bara til vandræða og hvítin að skipta upp en að þynga. Hrókur D1, hrókur H8. Bæði E3 D7 og biskup F6 leiða til liðsvinninga fyrir hvítan og það fór þannig. Þannig að 4 peðum yfir og eftirleikurinn auðveldur. Komur okkur í leiki bara því að á tímarhagg en Sassa gafst upp hérna. Svo var það sem mér fannst skemmtilegt að skákinn í dag. Það var Olga gegn Helga Áss. Helgi Áss teldi náttúrulega modern eins og hann gerir alltaf. Ég ekki alltaf, það er svona að jafnaði.
og fengum hérna mid-tabli þar sem Olga er, já, með svona aggressív plön með peðunum, en Helgi býður bara á þetta. Hrókar, þetta er D3, C7, hvítur leppar hérna D-peðið, en nú svona svartastaðan, hún er dýnamísk og svona nokkur veginn alveg veikleika. Hérna fórum svona að lifna við, þetta er C4, þetta er 1-2, D8, B3 og hérna byrjaði Helgi með lætin. Þetta er biskup C, að drepa hann D4 fórna manni. Olga ákveður að loka skálinu á biskupinn. Þá náði Helgi sér í, þetta er drókning A5, svona pawn cube, þetta er E5, D5, E5, þá kom C5, svakalegt peða með borð. F4, ég held hann ætlaði í blokkeringu en Helgi ætlaði í aktífa menn, þetta er C6, peða á E5 móni og hvítur ykkur F5 og hvítur var eiginlega algjörlega vartanlaus. Þetta er G3 valdaði peðið, það kom D3 og C3 og peðin fljóta og hérna kom önnur mannsfórn, gríðarlega skemmtilegt telt hjá Helga. Rittarartur í F5, tveim mönnum undir en með rosaleg peð og súperverkamenn og hérna kom peðin og þetta er alveg a pawn storm for the ages. Fræg skák með lúpumur kafalegg með svona einhverjum svakalegum peðastormi og þetta er skák sem fer bara langlegin að jafnast á við það. D3, C2, þetta eru ýmsir leikir, hann ákvað nú bara að taka liðsaflan. Við grunna að biskup C3 var í fyll líka, jafnvel C3, en hann draf bara D2 og A1 og peðin halda bara áfram, C3, þetta má ekki taka út að C drókning og svo framvegis D2 og loksins gaf Olga upp hérna, gafst hann upp eftir biskup E4. Þetta er algjörlega steinbúið. Loks var það Hannes og Hilmir Hannes. Það var two nights hérna, gamla góða teórian, þar sem að hvítur fór í nýju vendinguna að gefa þetta tvípi á D-línunni. Svona dýnamist hendar Hilmi, hann er að finna stöðu sem henda honum. Og núna bara náði 2 skínandi vinninga á móti Hannesi og Héðni og til alls líklegur á þessu móti. Þrátt fyrir að hafa mist klaufalega vinnustöðu niður á móti Olgu. Hefði hann ekki gert það væri hann í efsta sæti en hann er hálfa vinningi eftir Helga Ás. Við setjum hann að pressa C-P, svartur fær D-P tilbaka hérna en C-P mun falla og hérna var kannski svona smá mistök, spurning hvort að hann er síðan að drepa hann F3, við veit það ekki. Allavega hrókt upp C5 leðilegur þar sem E4 er ekki lengur í boði og já, Hilmi telti þetta bara svona, virðist vera nokkuð vel, gefur peð tilbaka en fær rosalega virka stöðustafinn og hérna fór hann að sveifla liðsaflanum á D-línuna og fann skemmtilega leið hérna, trikkaði hann með riddari C7, þetta var skemmtilega leikur, dreipið á C7, dreipið hérna, hrókur E5, hann dreipið hann á E8, nú er hann í C6, hann reyndi millileik, hann þakka drókning A6, flottur leikur. Engin leið til að taka á E8 á hans að tapa liði og nú var lítið eftir drókning D2 rittarartur F6 gefið. Þetta má ekki taka út af skákamót. Dróttar Breiðþór gerir voða lítið, kongur H1 hvítur mann yfir og í sókn og já, leiðilegar hótanir í ofanálag. Þannig að já, ein skemmtilega stöðum fyrir manna minnum bara. Eitt jafntefli hjá Vigni og Lenku en já, svo skák er raunhátt að enda með vinningi á annað hvorn. Vigni hafði venjulega stöðu fyrst og svo var Lenka að koma alla stöðuna. En já, þvílík umferð, ég er bara einhverju spennufalli hérna eftir þetta allt saman. En við höldum áfram morgun. Ég get ekki lofa, já, skemmtilega umferð á morgun. En hérna, ef við kannski sjá hverju mætast á morgun. Hérna, ok, skjárinn fyrir svona aðeins í mínus hérna borðið með ég hliðið hérna sjöttu umferðinni. Það er Hannes Hlífar Stefánsson, Héðinn Steingrímsson,
Hilmi Freyr Heimisson, Helgi Ás Gretarsson. Þetta er rosalega umferð. Hjörvar Steinn mætir særðum Guðmundi Kjartansinni. Úkraínuslagur hjá Olgu og Dómatsúk kvitt. Vignir og Dagur eða gott mót. Og svo 2 stig alvastu Barðar og Lenka. Skemmtilegum fyrir morgun. En því miður get ekki lofað jafn skemmtilegum fyrir morgun. Hver veit. Þannig að ég segi bara takk fyrir mig. Takk fyrir Björnjar. Þetta var alveg frábær umferð.